Já, ég man það eins og hafi gerst í gær, daginn sem ég fekk bílprófið. 17 ára gamall, norður í landi, nánar tiltekið á Akureyri. Ég var búinn að bíða eftir þessum degi örugglega fyrir að ég var svona 30 ára gamall. Ég var búinn að telja niður dagana. Þetta var þannig, en svo kom að þessum degi og ég hélt að sjálfsög ég væri besti bílstjóri í heimi og allt það. Bara svona eins og margir halda þegar þeir fá bílpróf. Svo sjálfsögðu annað eftir að koma daginn, maður eftir að sjá það að maður þarf talsvert mikla reynslu til þess að verða þokkalegu bílstjóri. Og já, sjálfsögðu skellti maður sér beint á rúntinn. Já, var einmitt gaman að segja frá því. Það var einmitt einn strákur sem ég þekki frá Bandaríkjunum sem kom til Íslands í skiptinu. Það var einmitt á Akureyri. Fyrsta árið sem maður lærði var rúntur og annað árið sem maður lærði var útsala. Það var það eina sem maður las alltaf á rúntinum. En svo þegar sumir fá bílpróf, þá einhvern veginn gleyma þess með að vera svona vel staðsettir í bílnum og svona, og sumir strákar sérstaklega, þeir taka einhvern veginn og breyta sætinu í bílnum í einhvers konar lazy boy, halla sér eitthvað lengst aftur úr öllu veldi og ég verð að segja eins og ég bara, mér finnst ég ekkert sjá nógu vel úr bílnum og einhvern veginn ekkert vera, ég veit ekki, mér finnst þetta kjánulegt og ég held að það sé bara í raun og veru ekkert alveg örugt, en sumir finnst það töff, ekki mér. Þetta er ekki töff, þetta er einhvern veginn bara bjánulegt. Tónlistin í botnu, heyri ekki neitt síðan. Það er að gera að hlusta góða tónlist og svona, en það skiptir öllu máli að vera með athyglina í lagi, er það ekki? Þetta er bara dauðans alvara að keyra bíl. Og hvað, svona víst ég verið aðeins að skjóta af strákana, sumar stelpur sem ég sé, það finnst mér svolítið merkilegt. Það er oft frekar stelpur heldur en strákar. Það sitja svona, það svona halla sig fram. Það er hérna bak á sætinu sko, en það er sitja svona, það verður bara þreyttur í öxlunum svona. Skiptir rosalega máli, þú ert að keyra, að vera bara með sætið í góðri stöðu, sér vel út alla rúður bílsins, speglandi rétt stiltir, með góð tök og hendur á stýri og svona bara með stjórn á öllum aðstæðum. Það getur margt komið upp á, bara allt í einu og þá þarf þú að vera tilbúin að takast á við þær aðstæður, er það ekki? Svo er náttúrulega það sem skiptir öllu máli, það er að vera með skapið í lagi, góða skapið og að taka tillit til annarra alltaf, bæði í umferðinni sem og annars staðar. Þá er lífið bara svo miklu skemmtilegra.